Þá komið að 8. lið á dagskrá. Það fjárveitingar til Háskólans á Akureyri og framhaldsskóla á svæðinu. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það þarf væntanlega, það eins og að predika fyrir kórinn að ætla að ræða svo sem þessi mál, en framhaldsskólarnir á Norðurlandi eystra og Háskólinn á Akureyri gegna þetta mjög mikilvægu hlutverki í þessum landshluta fyrir nám ungs fólks, atvinnutækifæri, byggðaþróun og almenn lífsgæði. Maður áttar kannski ekki alveg á því alltaf að þetta eru mjög sambærilegar stærðir, þar að segja þessir 5 framhaldsskólar og Háskólinn á Akureyri að sumu leyti. Í framhaldsskólanum 5 2000 nemendur, þar starfa tæplega 300 manns og velta skólana 3.650 milljónir króna. Í Háskólanum á Akureyri yfir 2.500 nemendur, 205 starfsmenn og veltan 3.700 milljónir króna. Samanlagt í þessum skólum því 4.500 nemendur, 500 starfsmenn og veltan yfir 7,3 milljarðar. Það gefur því augaleið að það eru miklir hagsmunir í húfi þarna. Háskólar hafa orðið grunnur að uppbyggingu borga utan höfuðborga, til dæmis í Tromsø og í Noregi og í Finnlandi, og það nú einmitt verkefni sem við erum að horfa til hér, að byggja upp aðra borg hér á Akureyri á Íslandi. En Háskólinn á Akureyri á að vera undirstaða þess að jafna aðgengi allra landsmanna að háskólanámi og það rík þörf að auka hlutverk hans og bæta jafnvel við tækninámi og listnámi, eða ekkert jafnvel, ég tel það allavega mikilvægt. Mikilvægi skólana ekki síst mikið núna þegar heimsfaraldur ríður yfir og fólk nýti tækifæri til að afla sér menntunar. Það skýtur því skökku við að sjá að vegna aukningar stúdenta síðustu ár við Háskólann á Akureyri, auk þess sem fallið hefur verið frá aðgangstakmörkunum á þessu ári að það vanti 150 milljónir króna í fjárlög fyrir árið 2021. Og það vekur það óneitanlega athygli að samkvæmt fjárlögum 2021 að þá beri framhaldsskólarnir á Norðurlandi eystra verulega skarðan hlut frá borði miðað við aðra framhaldsskóla landsins. Skólarnir í okkar landshluta reka lestina í prósentuhækkunum á milli ára. Þessi lága hækkun á fjárlögum skólanna á milli ára kemur ofan á litlar hækkanir undanfarin 3 ár. Mikill þrýstingur var bæði á háskóla og framhaldsskóla að bæta við sem nemendur vegna COVID-ástandsins og það því sérkennilegt að sjá ekkert í fjárlögum sem virðist benda til þess að gert sé ráð fyrir þessum nemendum áfram í framhaldinu og virðist í rauninni ekkert annað blasa við en verulegur samdráttur og rekstrarörðugleika. Það verið undirbúið kvöld. En allavega, það virðist blasa við samdráttur og rekstrarörðugleikar auk þess sem færri nemendur eiga væntanlega eftir að komast í nám við þessa skóla. En það ljóst að staðan grafalvarleg og því leggur bæjarstjórn fram eftirfarandi bókun og áskorun. Bæjarstjórn Akureyrar telur illa vegið að framhaldsskólum á Norðurlandi þar sem þeir bera verulegan skertan hlut frá borði í fjárlögum 2021 sé miðað við aðra framhaldsskóla landsins og þeir raði sér í neðstu sætin séu prósentuhækkanir milli ára skoðaðar. Þá harmar bæjarstjórn að nú virðist vanta 150 milljónir króna á árinu 2021 til þess að Háskólinn á Akureyri geti staðið straum af verulegri aukningu stúdenta undanfarin ár, en óásættanlegt ef skólinn fer að vísa nemendum frá námi vegna fjármagnsskorts. Framhaldsskólarnir og Háskólinn á Akureyri gegna veigamiklu hlutverki í sveitarfélaginu sem og í landshlutanum. Skólarnir skipta miklu máli fyrir menntun í heimabyggð, atvinnutækifæri, byggðaþróun og almenn lífsgæði. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar skorar á ríkisstjórnina að standa ekki aðeins vörð skólana, heldur skapa þeim svigrúm til þess að sækja fram. Þá hefur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Það gaman að fylgjast með svona heimilislífinu leið og fólk að tala. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Ég ætla ekki að lengja þessa umræðu mikið en ég held að sé bara afar mikilvægt að við orðum akkurat þessar áhyggjur okkar og styðjum skólameistara, framhaldsskólana og rektor háskólans við það að afla þess fjár sem þarf til að standa vel á skólastarfi hérna á svæðinu. Þetta gríðarlega stórt hagsmunamál fyrir þetta svæði, ekki síst í ljósi þess að við þurfum að hækka menntunarstig út á landsbyggðinni bara til að mæta þeim breytingu sem við erum að sjá í 4. iðnbyltingunni. Og það bara eitt út af fyrir sig bara stórt mál. Og nú hefur verið lögð áhersla á það af hálfu ríkisstjórnar að styðja við menntun og ég lít þannig á að það þurfi að gera betur til að styðja við menntun heldur að þarna kemur fram. Þannig að ég
styð þessa bókun að sjálfsögðu og löngu búin að samþykkja það. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér ljós, það er bara að bera upp bókunina, þeir sem geta samþykkt bókunina að gefa merki. Það eru 11, takk fyrir það.